Verið velkomin í umræðuna. Í dag ætlum við að ræða eðli andlegra innsýnar og við ætlum að byggja þá á biblíuskýringum Marínuel Þafút. Umræðan snertir á spurningu sem er alveg í kjarnanum á allri trúarhefð. Er sönn guðspeki fólgin í tryggt við lögmál og hefðir eða krefst hún þess að við séum opin fyrir guðlegum íhlutunum sem virðast jafnvel ganga tvert og allt sem við heldum að við vissum? Þannig að meginspurning er þessi. Finnum við sannleikann innan hefðarinnar eða handan hennar? Ég mun halda því fram að tryggt við hinnar helgu hefðir sé ómissandi grundur að öllum andlegum skilningum. Já, ég mun færa rök fyrir því að sönnin sín krefst þess einmitt að við sleppum tökunum á mannlegum vissureglum og séum opin fyrir aðgerðum Guðs sem fara langt út fyrir þann ramma sem hefðirnar setja okkur. Blinda-manninu í Jóhannesar guðspjalli. Við erum svo vön því að sjá þá sem einhverja kaldrifjaða og blindaðar illsku. En hvað er verið raun verndarar guðlegs lögmáls? Þeim var treyst fyrir því að verja fylgdardaginn sem er einn af hornsteinum sáttmálans við Guð. Þegar Jesús býr til leir og læknar á þessum degi, þá er þetta ekki eitthvað smávægilegt brot. Þetta eru grundvallar áskorun við þá helgu hefð sem þeim bar skylda til að verja. Þeir standa frammi fyrir óleysanlegri þversögn, kraftaverki sem virðist koma frá Guðs en framkvæmt á hátt sem brýtur lögmál Guðs. Þetta er ekki illska, þetta er djúpt guðfræðileg krísa. Jafnvel í sögunni val Davidskonungs sem vissulega var óvænt, þá er það ekki uppreist gegn hefðinni. Spámaðurinn Samúel smyr hann með olíu, annar verður Messías, hinn smurði, hann er formlega settur inn í guðlegt hlutverk. Þannig er hefðin ekki afnumin heldur endurnýjuð. Ég nálgast þetta frá allt annarri hlið. Fyrir mér er kjarnin í þessum textum einmitt sá að Guð vinnur stöðugt gegn mannlegum væntingum og kerfum. Hann velur Davíð, þann yngsta, þann sem var út á túni, fram yfir eldri og glæsilegri bræðir hans, sem Samúel spámaður var alveg vissum að væri hinnir útvölduð. Lykilsetningin í þeirri frásögn er megin atriðið. Menninir horfa á útlitið en drottinn horfir á hjartað. Þetta er ekki bara endurnýjun á hefð, þetta er grundvallar granngríni á mannlega dómgrind. Og blindi maðurinn er einmitt fyrirmynd trúarinnar, vegna þess að hann er algerlega laus við fyrirfram gefnar hugmyndir. Trú hans er ekki byggð á flokknum guðfræðilegum vangaveldum. Hún er byggð á beini reynslu. Eitt veit ég að ég var blindur en er nú sjáandi. Það er allt og það er nóg. Þetta er rein andstæða við rökfræðilega flækjur farisæana. Og þegar Efesisbréfið hvetur okkur til að vakna þú sem sefur, þá er það einmitt kall til að yfirgefa þægindin í gamlum föstum hugmyndum og opna okkur fyrir nýju ljósi. Það halda fast í hefðina er að mínu mati uppskrift að andlegum svefni. Ég skil afstöðu þína en ég held að hún gerir dálítið lítið úr þýðingu hvíldardagsins í augum þessa fólks. Það var ekki bara einhver regla á lista. Hvíldardagurinn var vikuleg áminning sköpunina og frelsunina úr ríkjadalandi. Hann var sjálfsmynd þjóðarinnar. Að vanverða hann var því, í þeirra augum, eins og að rífa upp hornsteininu sjálfsmyndinu úr sambandinu við Guð. Svo þegar þeir segja, þessi maður er ekki frá Guði því hann heldur ekki hvíldardaginn, þá er það ekki bara þröngsýni. Það er rökrætt ályktun byggð á djúpri sannfæringu og ábyrgðartilfinningu. Þeir eru að spyrja, getur Guð gengið gett sínum eigin lögum? Það er ekki einfald spurning. Jú, ég skil að þú lítir á þetta sem guðfræðilega krísu fyrir þá, en er það ekki einmitt punkturinn? Hefðin þeirra var orðin svo stíf að hún gat ekki beitt sig fyrir augljósri miskunnar athöfn. Er kerfi sem getur ekki höndla undantekingu í þágu mannúðar í raun og veru starfhætt? Eða guðlegt? Jesús er ekki að afnema lögmálið, heldur sýna að andi þess, kærleikur, miskun er alltaf æri bókstafnum. Og það er lykilatriði sem Tabú dregur fram, að textin segir að farisæarnir hafi verið tvískiptir. Það er ekki einhver samstæður hópur af vondu köllum. Þetta sýnur að jafnvel innan þeirra eigin hóps voru einhverjir sem sá að hér var eitthvað meira á seiði. Þeir skynjuðu að kraftaverkið var æra reglunni. Þeir sem heldu fastast í regluna urðu þeir sem sáu síst. Þeir voru svo upptekin að því að verja lögmálið að þeir mistu á Guði sjálfum. Það er hinn raunverulega andlega blinda. En er þetta ekki einmitt spennan sem er til staðar, frekar en algjör andstaða? Þetta leiðir okkur að eðli hins útvarta.
Ég kaup ekki alveg þá röksendafæslu að Guð velji einungis þá veik og ólíklegu til að grafa undan mannlegum hefðum. Já, hann velur Davíð, þann yngsta, en hvað gerist næst? Hann setur hann inn í helgahefð til að styrkja hana. Davíð ekki bara útvalinn sem ansvaruðu bræðurum sínum, hann smurdur konungur og textin segir, andi drottnis kom yfir hann. Hann verður miðpunktur nýrrar konungshefðar. Hann verður ekki eyðileggandi hefðarinnar, heldur holgerfingur hennar á nýjan hátt. Þetta ekki val á milli hefðar og nýbreytni, heldur samspil þá sem ég óvænt að gefur hefðinni nýtt líf. En þar ég bara ósammála. Ég held að þú sért að draga úr þunga þess hver róttækt val Guðs í þessum sögum. Skýringar Þeyjabút draga fram mjög skýrt mynstur í Biblíunni. Guð velur þá sem smár, ólíklegir, jaðarsettir, Davíð yngstur, Móses stamaði og reyndi að koma sér undan kallinu, Jeremía taldi sig of ungan. Þetta sýnir að kraftur hans fullkomnast í veikleika, eins og Páll póstuli myndi segja. Að treysta á ytri stöðu, útlit eða hefbundið hæfi, eins og Samúel gerði ósjálfræðilega þegar hann sá elsta bróðurinn, að misskilja gjörsamlega hvernig Guð starfar. Valið á Davíð ekki endurnýjun á hefð, heldur afhjúpun á því að mannlega forsendur hennar í grunninn rangar. Það að Davíð sé síðan smurður viðurkenning á því að guðlegt val hefur átt sér stað. Það ekki staðfesting á því að mannlegu hefðirnar hafi haft rétt fyrir sér, þvert á móti. Hefðin neyðist til að laga sig á óvæntu vali Guðs, ekki öfugt. Ég sé rök þín fyrir því að hefðin þurfi að laga sig að vali Guðs, en það vekur upp stærri spurningu fyrir mig. Ef við eigum stöðugt að efast hefðina, hvernig vitum við þá yfir höfuði hvaða áttu eigum að fara? Hvernig finnum við þetta ljós? Þetta leiður okkur að leiðinni til ljósins. Í Efesusbrefinu fólk hvatt til að hegða sér eins og börn ljósins og læra að þekkja hvað drottni þoknalegt. Hvernig vitum við það? Einmitt með kenning og hefð sem geymir visku og reynslu kynslóðana. Þetta ekki eitthvað sem hver og einn finnur upp fyrir sig. Sálmur 23 sem lýsir drottni sem hirði talar einnig pílagrim sem leitar öryggis í musteri drottins sem var miðpunktur trúar hefðarinnar. Ljósið finnst ekki í anstöðu við hefðina, heldur í gegnum hana. Án hefðarinnar við bara stefnulaus. Þetta sterk rök, já, en hefur þú huglagt að þungamiðjan í öllum þessum textum persónulega umbreyting sem getur átt sér stað utan við og jafnvel þrátt fyrir hefðina? Orðin í Efesusbrefinu svo afgerandi. Þið voruð áður myrkur en nú þau ljós í drottni. Þetta ekki smávægilega breyting, þetta róttæk persónulega umbreyting. Þetta ekki bara fylgni við reglur. Og blindimaðurinn besta dæmun þetta. Hann upplifir nákvæmlega þessa umbreytingu. Og hvað gerir svo? Honum útskúað. Einmitt. Honum útskúað af verndurum hefðarinnar. Þeir reka hann burt, en það einmitt þá þegar hann einn útskúaður og hefur mist allt félagslegt öryggi sem hann hittir Jesú aftur og öðlast sanna trú. Stundum verður maður að yfirgefa ytri umgjörð hefðarinnar eða rekin frá henni til að finna hið sanna ljós. Útskúfaninn varð hans leið til dýpri innsýnar. Kannski var nauðsynlegt fyrir hann að losna við allt það ytra til að geta séð hið innra. Já, þetta samtal okkar hefur svo sannarlega leitt í ljós þessa djúpu spennu sem tilstaðar í textunum, spennuna milli lögmáls og náðar, hefðar og opinberunar. Ég til enn að hefðin sé nauðsynlegur farvegur. Hún eins og árfarvegur sem stýrir vatninu. Án hennar væri það bara fleimur út allt án stefnu. Hún veitir okkur ramma og sameinað tungumál til að skilja hið guðlega. Hún getur vissulega orðið að hindrun ef hún túlkuð ánauðmiktar, en að hafna henni alfarið að afneita visku aldana. Ég sammála því að þessi spenna sé kjarnin, en ég hallast enn að því að þessar sögur séu fyrst og fremst viðvörun. Viðvörun gegn því að láta vissunreglur okkar kerfi blinda okkur fyrir óvæntum aðgerðum Guðs. Eins og örlög faríseana í þessari sögu sína, þá versta blindan sú að neita að sjá það sem rétt fyrir framan mann, einfaldlega vegna þess að passar ekki inn í kerfið. Sönn trú krefst þess að við séum tilbúin að láta koma okkur á óvart. Og að lokum þetja þessi texta okkur þá kannski öll, hvora hlið sem við aðheilumst, til að íhuga hvernig við sjálf metum heiminn og fólkið í kringum okkur. Einmitt. Við eins og Samúel sem dæmir eftir hæð og glæsileika? Við eins og farísearnir sem dæmi eftir því hvort fólk fylgir okkar reglum?
Eða leitumst við eins og drottinn að horfa framhjá yfirborðinu og sjá hjartað. Það augljóslega meira kanna í þessum efnum.